Já, komið sæl. Og bara gott og gaman að fá að vera með ykkur. Ég var beðin að taka smá kynningu á aðgerðaáætlun í loftslagsmálum sem var gefin út núna seinasta sumar. Og ég ætla að renna eins bara í gegnum hvernig vinnan við það allt saman fór fram. Svona gefa ykkur fara með ykkur í smá ferðalag yfir áætlunina og svona gera ykkur svona sæmilega læs, það hjálpa ykkur að verða læs á hvernig hún sett upp og svo framvegis. Og svo endum við á kannski þeim þáttum sem kannski ég held að þið mörg ykkar hafi áhuga á. Svo verður góður tími í lokin til spurningar og svör, þannig að við skulum bara byrja. Það má eiginlega segja það að þessi ríkisstjórn sem við höfum núna hafi sett loftslagsmálin í forgang og það má sjá í stjórnarsáttmálanum nú með nýrri ríkisstjórn var fjármagn til aðgerða tryggt og aðgerðaáætlun hún lítur dagsins ljós, það sem við köllum í dag fyrstu útgáfuna í september 2018 og í henni voru í rauninni 34 aðgerðir. Þar var áhersla fyrst og fremst á orkuskipti og þá helst orkuskipti samgöngum og landnotkun. Og það var mikil áhersla á að koma þessu af stað sem fyrst, hrinda aðgerðum í framkvæmd, koma fjármagninu í vinnu og svo var alltaf hugsunin að það myndi að vinnan myndi halda áfram og það kæmi svona þéttari áætlun seinna meir. Og það var það sem við kynntum svo í júní síðastliðið. Eins og ég sagði, það fór eiginlega að vinna strax á stað og það var mörg atriði sem við náðum að klára á sama tíma og við vorum að vinna þessa nýju áætlun og við vorum að forma fleiri aðgerðir og meta áhrif og losun og svo framvegis. Þannig að í rauninni þá má við segja að það hafi heilmargt gerst á þessum tíma þó að við höfum kannski séð þessa nýju áætlun núna bara nýlega. Guðni mín, búin að fá einhvern í... Við erum svo með svo aðeins þessa aðra útgáfu. Sýnist hún bara að vera nokkuð góð? Hún var kynnt í júní 2020 og þar eins og áður segir það voru fleiri aðgerðir og alls það 48 sem eru lagðar fram og sumar eru kannski með fleiri en einn verkþátt þannig að þetta oft mjög svona mikið þétt þarna á bakvið. Hún var unnið í mjög miklu samráði við almenning og hagsmunaaðila og við settum hana náttúrulega í samráðsgáttina og þar var hún opin í rúma 2 mánuði, ef ég man rétt. Við fengum 40 umsagnir sem voru mjög umfangsmiklar og afar gagnlegar og nýttust okkur vel þá umsagnir sem við fengum við fyrstu útgáfuna til að þétta þessa seinni útgáfu og gera aðgerðina betri og markvissari. Við fengum einnig ábendingar seinna í ferlinu sem var tekið inn í vinnuna og það var sömuleyti gagnlegt að vinna þetta á þessum tíma. Þetta í rauninni 1,5 ár sem þetta á milli þess að tvekja útgáfa. Og þannig að það náðist að þétta áætlunina mjög vel og setja fram aðgerðir sem hefði mögulega ekki náðst annars. Það voru fundir bæði með verkefnastjórninni, með okkur sem erum að vinna hérna á skrifstofunni, með ráðherra, með öðrum ráðuneytum. Þannig að það í rauninni var
var afskaplega mikið sem var tekið til athugasemda sem bárust síðan það. Annað sem var gert milli áætlana var í rauninni að bæta uppsetninguna og myndræna framsetningu til þess að auðvelda lesturinn og gera þetta allt saman aðgengilega. Og svo að lokum þetta mat á ávinningi aðgerða sem við álítum líka afskaplega mikilvægt að við getum sett fram áætlun þar sem við vitum nokkurn veginn hver samdrátturinn í losun getur orðið. Verkefnastjórn aðgerðaáætlunar, hún í rauninni stýrir þessari vinnu og hún undir forystu umhverfis- og auðlindaráðuneytisins. Í henni sitja fulltrúar 6 ráðherra, það forsætisráðherra, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, ferðamála, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, mennta- og menningarráðherra og svo samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Og ég á von á því að fulltrúar félagsmálaráðuneytis komi inn í þessa verkefnastjórn núna fljótlega vegna þess að við erum með aðgerðum í byggingariðnaðinum sem þeirra ábyrgð. Og svo fengum við í kjölfar samráðs Samband íslenskra sveitarfélaga með okkur á vormánuðum og það hefur bara reynst mjög gagnlegt. Verkefnastjórnin enn að störfum af því að þessari vinnu ekki lokið. Við þurfum að skila stöðuskýrslu á hverju ári hvernig málunum vindu fram og svo erum við með fleiri aðgerðir í vinnslu. Við erum líka að vinna úr samráði sem við settum seinni áætlunina núna sem kom í sumar í samráðsgáttina og við erum að vinna úr þeim umsóknum. Þannig að það heilmikil vinna í gangi alltaf og alls ekki lokið með að setja fram áætlunina. Þetta öll eftirfylgni eftir. Í áætluninu eru settar fram í rauninni 48 aðgerðir og þær falla undir skuldbindingar Íslands á misjafnan hátt og hér svona yfirleitt ég vona að þetta sjáist sæmilega vel en þetta ansi smátt letur inn í kössunum. En þarna settar fram 48 aðgerðir og við erum með þennan bláa hluta. Þar erum við með aðgerð til að draga úr losun á beinni ábyrgð Íslands. Og það í rauninni þegar þið heyrið að Ísland ætlar að draga úr losun 40%, þá erum við alltaf að tala þennan hluti hér. Og það vegna þess að við erum með bókhald sem sambærilegt í öllum löndum sem eiga aðild að loftslagssamningnum og það þá aðgerðir til að draga úr losun sem falla innan þessa flokks. Við skiptum þessu upp þannig að það sé svolítið aðgengilegt fyrir þá sem að vinna út í samfélaginu. Þannig að þetta aðeins öðruvísi með að við hvernig, ef við skoðum til dæmis bókhald sem að Umhverfisstofnun setur fram, þá erum við með en samt þetta alveg sambærilegt en svona við erum með aðeins aðra upplausn. Við erum með þess að aðgerð til að draga úr losun á beinni ábyrgð Íslands og það við í flokkum þá A til G sem við köllum þá samgöngur á landi, skip og hafnir, orkuframleiðsla og smærri iðnaður, F-gas og efnanotkun, landbúnað, úrgang og sóun og svo lokum það sem við köllum hvatar til umskipta þar sem við erum með aðgerðir sem kannski eiga ekki beint við ákveðin flokklosunar heldur svona fjalla frekar hvernig við förum að því að nálgast loftslagsmálin í gegnum annars konar aðgerð þá til dæmis gegnum kolefnisgjald, í gegnum loftslagsstefnu og bara hvernig við höfum okkar innkaupum og svo framvegis. Svo erum við með í bleikareiknum aðgerðir til að draga úr losun sem tengjast ETS-kerfinu og að lokum þá landnotkunarhlutann. Og þið sjáu það að eru við 28 aðgerðir sem eru þegar komin í framkvæmd og þetta náttúrulega eins og þetta var sett fram í júní. 20 aðgerðir eru í undirbúningi þannig að vinnan farin á stað en hún kannski ekki alveg lokið og svo erum við 15 aðgerðir sem eru nýjar
og það eru þá eins og ívilnanir fyrir virka ferðamáta, það sem sagt niðurfelling á virðisaukaskatti á hjólum og hlaupahjólum sem var gert hérna fyrr á árinu. Orkuskipti í þungaflutningum, það vinna í gangi varðandi það og svo framvegis það eru þá þessir reitir sem eru rauðir. Ég ætla aðeins bara að sýna ykkur þetta, því að þetta í rauninni endurspeglar, þið takið eftir að þetta eru sömu litir hérna, blái, bleiki og græni og við vorum með hérna í fyrrglæru þar sem við erum með losun og beinni ábyrgð stjórnvalda og markmið hérna stjórnvalda hér að það verði að minnsta kosti 40% samdráttur í losun og lágmarks samdráttur samkvæmt skuldbindingum okkar í dag 29%. Þannig að við erum með markmið stjórnvalda sem þessi 40% og það á við þennan hérna reit og það það aðgerðir eins og ég sagði á þessum þarna bláar. Losun sem innan tölulega skuldbindinga, það þá innan ETS-kerfisins, það bleiki reiturinn hérna og þar tökum við þátt í þessu evrópska kerfi þar sem við erum með verð á losun kolefnis og samdrátturinn á sér stað innan þess kerfis frá þessum flokki hér. Og svo erum við hér að losun frá landi og það það sem við reynum að eiga við með aðgerðum sem að falla innan græna eru svona grænleitar. Svo erum við með appelsínugulu hlutann og það í rauninni þá ennþá stærra. Það losun tengd Íslandi og það þá fyrst og fremst alþjóðaflug og siglingar. Losun sem tengist alþjóðaflug og siglingum það unnið að því að draga úr henni á vegum alþjóðaflugmálastofnunar og alþjóðasiglingamálastofnunar. Þannig að það á ekki alveg beint við hér. Þannig að þetta í rauninni svona svolítið svona yfirlit yfir hvernig dregið úr losun og hvernig við tölum þetta allt saman. Hérna bara smá yfirlit yfir þessar 15 nýju aðgerðir sem voru settar fram og það svo sem kannski til að nefna nokkrar. Þá erum við með hérna loftslagsáhrif byggingariðnaðarins, þar sem ég veit að það mjög mikill áhugi í þeim bransa að tækla losunina sem kemur þaðan. Og svo erum við með bílaleigubíla. Við erum með verkefni í gangi með bílaleigur, þar sem við erum að koma í rauninni auga á hverjir möguleikarnir eru varðandi bílaleigubíla. Það eru náttúrulega ákveðnar áskoranir núna í COVID að draga úr losun frá bílaleigu og kannski endilega það sem væri svona efst á forgangslistanum en það mikilvægt að búa sig undir að það gæti að ferðamannaðinnan takjast að aftur og þá hafa bílaleigubílar verið svona kannski orkuskiptin þar hafa ekki verið jafn hröð. Við erum að taka á þeim þætti þar í samvinnu við bílaleigunar. Ég ætla kannski ekki að fara neitt sérstaklega í þessar fáið smá í þessari útgáfu sem sumar það var lögð, eins og ég sagði áðan, mjög mikil áhersla á að mæla ávinning aðgerða. Og þetta alveg meginbreyting frá fyrstu útgáfu áætlunarinnar, þar sem við gátum ekki sett fram slíkt mat. Aðgerðirnar voru allar metnar af sérfræðingum umhverfis- og auðlindaráðuneytisins með sérfræðingum umhverfisstofnunar og teymi vísindafólks við Háskóla Íslands og Háskólann í Reykjavík. Það var í rauninni Háskóli Íslands og Háskólinn í Reykjavík, það teymi sem leiddi þessa vinnu og með aðstoð okkar. Þarna fáum við það sem við köllum væntan samdrátt í losun og í áætluninni þá eru nokkrar aðgerðir sem
eru þess eðlis að það ekki hægt að meta þær vegna þess að til dæmis eitt dæmi fræðsla. Hver áhrif á samdrátt í losun geta orðið af þeirri aðgerð beint. Þannig að við setjum hana fram án þess að vera í rauninni með mat á þá aðgerð. Við gerum ráð fyrir að með því að auka fræðslu að það geti orðið meiri það á endanum leiðir til samdráttar. Svo eru aðrar aðgerðir sem eru í mótun og það mun liggja fyrir seinna meir mat. Þegar þeir eru endanlega ákvarðað, þá mun matið liggja fyrir. En við erum svo með og hér sjáum við þennan vænta samdrátt og ég ætla aðeins að fara yfir með ykkur hvernig við gerum þetta. Við erum með grunnsviðsmynd. Hérna sjáum við línan hér losun Íslands, eins og hún metin af Umhverfisstofnun fram til þessa. Grunnsviðsmyndin sýnir okkur hvernig við sjáum fyrir okkur að losunin þróist og hér sjáum við samdrátt í losun samkvæmt grunnsviðsmynd og þá á ég við að við erum ekki að gera ráð fyrir aðgerðir í aðgerðaáætlun eins og þeir eru settar fram í áætluninni 2018. Það að segja allar aðgerðir og tækniþróun sem á sér stað og aðgerðir sem hefur verið farið í áður en að áætlunin 2018 leit dagsins ljós eru inn í þessari grunnsviðsmynd. Þannig að tækniþróun varðandi bíla og bara orkunotkun almennt og svo hlutir eins og ívilnanir sem hafa verið settar fram til vistvænna bíla og svo framvegis. Þannig að það inn í þessari grunnsviðsmynd og þar erum við að sjá heilmikinn samdrátt. Við erum svo með svörtu línuna þar sem við erum að áætla losun með aðgerðaáætlun og þá erum við að sjá að við getum með þessum aðgerðum sem við setjum fram hér gert ráð fyrir 35% samdrætti. Nú fór ég bara aðeins áfram. Svo ef við bætum við þeim aðgerðum sem í mótun þá erum við að sjá áætlaða losun aukast 5–11%. Þannig að við erum að sjá einhvers staðar á þessu bili, samkvæmt grófu mati frá háskólanum. Hérna sjáum við svo 29% markmiðið alþjóðlegar skuldbindingar og svo 40% markmiðið Íslands sem þá þessar ríkisstjórn hefur sett fram. Þannig að þetta svona hvernig maður les þetta grátt. Ég held að ég hafi farið yfir þetta, þannig að þið getur bara fáið glærinn að hafa hafið það svona þessar útskýringar. Og hér svo nánar tiltekið hvernig við sjáum þessa breytingu. Við erum með -35% samdrátt í þessu flokki beina ábyrgð Íslands og hér svo brotið niður hvernig samdrátturinn í hverjum flokki á sér stað. Svo erum við langað að nefna hérna þessar aðgerðir sem eru í mótun sem við teljum að getum skilað miklum samdrætti. Þar erum við með, eins og ég nefndi áðan, orkuskipti í þungaflutningum og bílaleigubílana. Það eru orkuskipti í sjávarútvegi, aðgerðir í landbúnaði sem hafa ekki verið metnar og það loftslagsvænni landbúnaður, kolefnishlutleysi, nautgriparækt og svo aukin innlend grænmetisframleiðsla og svo loftslagsáhrif byggingariðnaðarins. En eins og ég segi, það á hér eftir að skilgreina þessar aðgerðir frekar og meta þær að lokum. Hér ég ætla að setja þetta bara svona fram sem dæmi að því að við erum með svo í hverjum flokki þá erum við með þessa framsetningu á losunina og við erum til dæmis að skoða hér skip og hafnir
þá setjum við fram sem sagt losunina eins og hún var árið 2005, eins og hún árið 2018, hvernig við sjáum samdráttinn eða þróunina og í þessu tilfelli samdrátt til ársins 2030. Þá þetta grunnsviðsmyndin og svo hverju þessar aðgerðir til viðbótar bæta við. Þannig að við erum 11.000 tonn frá þessari aðgerðinni orkuskipti ferjum og svo rafvæðing hafna 4.000 tonn. Og svo erum við með þessa aðgerð hérna, grænskrifi sjávarútvegi sem í mótun. Og þá erum við komin hérna niður á þessa áætlaða losun. Þannig að þetta svona, eins og ég segi, þá þetta yfirlit sem þið sjáum í hverjum kafla og svona smá aðstoð við lesturinn og því saman. Að lokum þá kannski þær aðgerðir sem mögulega þið hafið kannski mestan áhuga á og tengist kannski ykkar störfum. Þær falla aðallega undir þennan lið, hvatar til umskipta, G-liðinn, þar sem við erum með flokk aðgerðar sem ekki af ákveðinni uppspreyttu heldur hverfist með ákveðna gerð aðgerða. Og þá þetta aðgerðir sem virka sem hvatar til umskipta og þá hjálpa fyrirtækjum og stofnunum við að setja sér loftslagsstefnu og svo framvegis. Þær eru hérna og við erum með kolefnisgjald, loftslagssjóðinn sem styrkir verkefni til nýsköpunar og fræðslu, skila umhverfisupplýsingum. Þetta í rauninni verkefni sem Umhverfisstofnun mun sjá þar sem fyrirtæki sem falla undir slíka reglugerð skila upplýsingum umhverfismálin. Þannig að það aðeins breyting á því regluverki. Fræðsla og menntun loftslagsmál, bæði til almennings og í skólum. Við erum með aðgerðina sem heitir loftslagsáhrif og lagafrumvarpa og þar í rauninni, þar munum við þurfa að meta áhrif lagafrumvarpa ríkisins á loftslagsmál. Og það vinna í gangi í ráðuneytinu varðandi það. Við erum svo með sjálfbæra fjármögnun ríkissjóðs og þetta var aðgerð sem var sett fram í vor og þar sem snýst í rauninni að skuldabréfaútgáfu. Þarna vil ég meina að við sáum ekki fram á það að við settum þetta fram í vor að þetta væri eitthvað sem þurfti endilega að grípa til þar sem ríkið ekki mikið að fara. Það var ekki á döfinni að fara út í skuldabréfaútgáfu en nú þessi hópur að störfum og aldrei að vita nema það þurfi að fara út í útgáfu skuldabréfa og þá verður það gert með loftslagssjónarmiðum. Og svo erum við með innkaupastefnu, þannig að það verður tekið tillit til loftslagsmála við opinber innkaup. Að lokum svo loftslagsstefna bæði stjórnarráðsins. Loftslagsstefna stjórnarráðsins var sett árið 2018 ef ég man rétt og svo í kjölfarið þessi loftslagsstefna annarra opinberra aðila sem tengist grænskrifunum. Og svo að lokum aðgerð sem kannski tengist ykkur minna en varða skipulagsgerð og loftslagsmál og koma loftslagsmálunum inn í aðalskipulagið með meira afgerð hætti. Og svo erum við með líka bara nefna það við erum með vefinn CO2.is og ég ætla aðtöku hvort ég geti opnað hann hérna og sýnt ykkur hérna vefurinn. Og við reyndum að gera þetta allt saman eins aðgengilegt og hægt bæði að þetta væri opið öllum og að væri auðvelt að finna sér upplýsingar
Hérna smá myndband sem hægt að horfa á og segir svolítið söguna á bakvið og framtíðarsýnina. Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum í heild sinni svo að finna hérna PDF-skjalið og það eru 170 blaðsíður. Yfirlit yfir aðgerðirnar eru hér og það er hægt að fara hér og flokka þeir eftir ráðuneyti til dæmis, bara skoða hér. Og ef við viljum skoða bara hvað er og við höfum nokkuð svona auðlindaráðuneytisins, þá getum við gert það svona. Og skoðum til dæmis bara aðgerðina hér. Það var hægt að sjá hana eins og við bara skrifuð inn í aðgerðaáætlun. Ég bara tilbaka og ég ætla að fara aftur á forsíðuna. Hér erum við með svo það helstu gröf, tölur og myndir, spurt og svarað, markmið og skuldbindingar. Hér er mat á aðgerðunum, hvernig það fór allt saman fram og upplýsingar um samráð og vinnslu, fjármögnun aðgerðanna og svo eftirfylgni. Við verðum með árlega uppfærslu á áætluninni eða stöðuskýrslu og það verður gert allt saman aðgengilegt hérna. Við höfum látið gera margar greiningar á ýmsum hlutum þegar við vorum að vinna aðgerðaáætlunina og erum stöðugt að skoða fleiri atriði. Þetta er náttúrulega vinna sem er stöðugt í gangi, þannig að það mun bara bætast við í þennan flokk hérna. Kynningarefni, ef þið viljið taka einhver gröf og svo framvegis þá getið þið fengið það allt saman hérna. Og svo fréttir, loftslagsfréttir, það eru inn í þessu fíti. Þannig að þetta á allt saman að vera mjög aðgengilegt og eins og ég segi þá tökum við enn við öllum ábendingum bæði efni á vefinn og svona ef það eru einhverjar fleiri spurningar. En að lokum langaði kannski bara að nefna það sem kannski er framöndan. Við erum náttúrulega eins og ég segi með nokkrar aðgerðir ennþá í mótun. Það er kannski helst að nefna aðgerðir í sjávarútvegi, í landbúnaði og byggingariðnaði og það er vinna í gangi við skilgreinum því alls saman og ákveð hvað skrifa og taka. Svo erum við búin að fá, ég held að séu í kringum 30 umsagnir við þessa seinni útgáfu á áætlunarinnar og við munum fara í gegnum það og taka tillit til og reyna að tvinna eins mikið inn í þessa nýju áætlunina eins og við getum. Þannig að þetta er vinna sem er í stöðugt í gangi og alls ekki lokið hér með. En ég held að ég sé búin og mér langaði bara að opna fyrir spurningar ef þær eru einhverjar. Kæra þakkir fyrir þetta, Anna. Það er alveg örugglega urmull af spurningum, vænti ég. Þannig að þið getið annarkvort rétt upp hönd eða sent spurningu í spjallinu. Mér langaði kannski, ég byrja kannski bara með hana, þetta er að koma inn. Varðandi eftirfylgnina, þú segir að þið uppfærið þetta hvað árlega, sagðir það? Já, það er krafa í lögum um loftslagsmál árlega stöðuskýrslu og þar, þannig að í árlegri stöðuskýrslu verður gert grein fyrir hvaða breytingar hafa gerðar, nýjar aðgerðir, hvaða er sem að við höfum bætt við og svo framvegis. Ok. Ég bara veltaði fyrir mér ef það dettur eitthvað út eins og núna með urðunarskattinn. Nú er hann dottinn út. Já. Munu þið þá breyta markmiðunum eða koma þá inn með nýjar aðgerðir til þess að ná markmiðunum sem upphaflega voru sett? Eða hvernig tæklið svona þegar það dettur út aðgerð? Já, nú dettur út aðgerð einmitt. Þetta er góð punktur. Það er,
í þessu tilfelli erum við með urðunarskattinn sem kannski lítill hluti af aðgerðum sem varða úrgangsmálin. Við í rauninni bara gerum það ráð fyrir að þangað til við fáum betri upplýsingar að þessi urðunarskattur sem sagt það í rauninni þetta séu 28.000 tonn ígilda sem þá við verðum af og sko við náttúrulega höfum okkar alþjóðlegu skuldbindingar sem eru núna 29%. Við náum þeim ennþá með þessu en við erum náttúrulega bara að meta ennþá þær aðgerðir sem koma til viðbútar. Þannig að byggingariðnaðurinn, sjávarútvegurinn og svo framvegis. Og það fer í rauninni bara kannski dálítið hvar við lendum. En þetta náttúrulega eitthvað sem við þurfum stöðugt að vera með og í huga og höfum það og herðum aðgerðir eftir þörfum. Við erum ekki að breyta markmiðunum en við herðum aðgerðir eftir þörfum. Ok, takk fyrir. Það eru komnar einhverjar fleiri spurningar, sýnist mér. Já, það hérna Hulda Steingrímsdóttir sem spyr flott efni hjá okkur. Ein spurning, nú sé ég að lagt til að fella niður urðunarskatt sem hluti af aðgerðaáætluninni. Má búast við að smá andstæða geti fellt þetta niður? Já, í rauninni þá kannski held ég hef búin að svara þessu, það ekki? Hulda, viltu bæta ykkur við þetta? Þá segir hún fellt niður fleiri aðgerðir. Já, sko, það sem ég bara velti fyrir mér, það kemur þarna andstæða og ég veit svo mikið í hver hún felst og má búast við að því að, veist, það náttúrulega ýmsar aðgerðir geta verið íþýkjandi, minnst eitthvað til að byrja með að smá, eða það að segja hver svona viðnámsþróttur þessara stefnu getur við staðið fast á hlutunum og eða má gera ráð fyrir að þurfa að bakka með fleiri hluti þegar koma einhverjir og segja að ég geti þetta ekki. Ég myndi segja að af þeim aðgerðum sem settar voru fram og við gerum þetta allt í mjög miklu samráði við alla aðra. Ég myndi segja að varðandi urðunarskattinn þá það kannski svo aðgerð sem maður hafði mestar áhyggjur af. Það myndi koma mér á óvart ef það yrði bakkað með fleiri aðgerðir en maður náttúrulega veit aldrei, það er náttúrulega heilmargt breyst. Það er heilmargt breyst í samfélaginu, við erum náttúrulega komið með COVID en ég held að sko vilji ríkisstjórnarinnar og sé ennþá sá og almennings bara með hvernig þetta var seinasta haust með loftslagsmótmælin og þetta er eitthvað sem almenningur hefur mjög mikið áhuga á. Þannig að ég held að svona í heild sinni sé stuðningur við þetta allt saman þó að kannski einstaka aðgerðir geti orðið erfiðari heldur en aðrar. Og það er bara eins og við getum kannski tekið nýjar aðgerðir, það þurfum við stundum og það gerðist með fyrri áætlunina. Það þarf að fínpússa það til og athuga hvað hægt er að gera. En ég myndi segja að almennt væri bara mjög mikil samstaða áætlunina og markmið hennar. Hér er önnur spurning frá Ingibjörgu Pálsdóttur. Hefur komið til tals að hafa eina samræmda loftslagsáætlun fyrir stjórnarráðið og önnur ríkisfyrirtæki? Það hefur ekki verið. Í rauninni þá fór stjórnarráðið af stað með þessa áætlun, með loftslagsstefnuna og gerði sína og svo er það í rauninni nota sem ákveðið template fyrir önnur aðra ríkisaðila. Þannig að það er ekki, í rauninni þá er þetta mjög tengt.
en það í rauninni þarf að aðlaga þetta hverjum vinnustað, hverju stofnun. Þannig að, já, það kannski svarið, sko. Einmitt. Og svona bara svo ég segja aðeins frá okkar hlið, þá finnst okkur skipta svolítið máli að það skapist svona ákveðið eignarhaldi yfir loftslagsstefnunni innan allra vinnustaða. Þannig að það skiptir máli að starfsmennir séu svona þáttakendur í mótun stefnunar og þá svona bæði hægt að koma með betri aðgerðir sem að henta betur starfsemi stofnunarinnar en líka að þau þekkja þá aðgerðina betur og svona hafi meiri hag af því að þetta gangi allt saman upp. Það mjög góð punktur og alveg rétt. Já, takk fyrir svörun. Einhverjar fleiri spurningar? Það má rétt upp hönd eða senda hérna í spjallið. Já, Guðrún, gjörðu svo vel, orðið þitt. Heyrðu, ég er bara svona forvitin að sjá hvernig þið vinna í mötuneytinu, varðandi matinn í mötuneytinu. Það er svona eitthvað sem við erum að skoða. Já. Já, maturinn í mötuneytinu. Hjá okkur þá hefur verið boðið upp á alltaf, það er alltaf grænmetismáltíð. Já, grænmetis eða vegan, ég man ekki alveg, ég held að sé vegan máltíð, frekar, jafnvel. Og svo á miðvikudögum bara grænmeti. Þannig að það er alltaf sem sagt boðið upp á vegan option, valkost fyrir alla og svo grænmetismáltíð alltaf á miðvikudögum sem aðal máltíð. Já, sá bara þegar með þessa stefnu, sko, með máltíðir í mötuneytum, ég er bara svona spá í hvort það væri eitthvað, voru að horfa á hverja þið versli við eða hvernig þið... Ég þekki það bara ekki nú vel. Nei. Nú er ég bara með sko, stærri hluta áætlunar, það er kannski einhverjum á línunni sem maður myndi geta svarað því fyrir stjórnarráðið, sko. Það geti alveg verið. En við erum með þetta tengt svona sem með. Má ég kannski... Já, Birna. Já, Birna heiti ég umhverfisauðlindaráðuneytinu. Sko, já, þetta var sett inn í loftslagsstefnu stjórnarráðsins og þetta var gert þarna fyrst að þá fengum við bara, við erum alltaf bara stjórnarráðið í heild sinni með samning við ákveðið fyrirtæki, Krydd og Kavíar og þetta, hún Hulda sem aðstóð okkur við að koma þessa stefnu á og semja hana, það leiddi þá vinnu og hún hafa bara reiknað út hvað var verið að kaupa af rauðu kjöti með fjölda máltíða og eitthvað svona og þetta er reikningu sem að við reyndar eru núna aðeins að skoða hvort það er að gera þetta með einhverjum einfaldara hætti að fylgjast með þessu og við ætluðum að skoða jafnvel að Efla er búin að búa til eitthvað svona mjög sniðugt prógram í mötuneytinu hjá sér þar sem að það er alltaf tilkynnt hvert kolefnisspor hverrar tegundar af máltíðum og þau þannig að hjá þeim held ég að virka þannig að það er einmitt svona hvetjandi fyrir fólk að þá velur fólki einmitt frekar grænmetismáltíðirnar eða veganmáltíðirnar eða þá máltíð sem hefur minna kolefnisspor. Og þannig við ætlum í þessum stýrihópi framkvæmd loftslagsstefnunnar að skoða þetta eins betur. Hvernig er best að framkvæma þetta til að hvetja fólk til að kannski minnka neyslu á rauðu kjöti sem að já. Þetta er svona bara enn aðeins í skoðun. Þetta er ekkert einfalt samt að reikna þetta, sko. Nei, er Krydd og Kavíar að vigta þetta fyrir ykkur eða að fá upplýsingar frá þeim? Já, við fengum upp í þessi fyrstu útreikningum sem var grunntölurnar sem voru settar viðmiðið í loftslagsstefnu stjórnarráðsins að það var reiknað út frá bara upplýsingum fjölda máltíða, hversu oft var boðið upp á rautt kjöt. Já. Ef ég man þetta rétt. Annars gæti ég jafnvel Hulda svara þessu betur en ég, sko, Steingríms. Já, ég get svarað þessu. Það var einfalda leiðin var að fara í að reikna út kjötneysluna í stað þess að horfa á allt í senn. Þá var Efla útbúið sinn matareikni og ég allavega lagði það til að stjórnarráðið myndi
nýta sér matarsporið. Svo veit ég ekki hvað gerðist, en allavega ég held að það geti verið sniðugt og það náttúrulega eins og þau hafa reynslu af að þá eykur það meðvitund og það sýnir á svo myndrann og einfaldan hátt áhrif matvæla sem að á þeim tíma var kannski svona jafnvel viðkvæmt mál en það ekki lengur. Og svo þau náttúrulega svolítið dreifð líka, Birna, það svona kannski gerir þetta líka snúnara. Já, það er mörg mötuneyti. Já, en til þess að geta tekið það með þá var farin þessi leið svona af því að þetta var svona allt í vinnslu. Takk kærlega fyrir. Þróun. Ég fæ kannski aðeins að koma inn á þessa umræðu af því að þið eru að minnast á matarsporið. Það er ein aðgerð í innkaupastefnu matvæla fyrir ríkisaðila sem snýr einmitt að því að ríkið skoði fýsileika þess að kaupa svona reiknivél bara fyrir allar stofnanir og fyrirtæki meirihluta og ríkis. Og þetta sem sagt eitthvað mál sem í skoðun hjá umhverfis- og auðlindaráðuneytinu og atvinnuvegaráðuneytinu, skilst mér. Og það var send út auglýsing á markaðinn og Efla voru einu sem að svöruðu. Þannig að núna held ég bara verið að skoða fjármögnun á þessu, hvort að þá í rauninni ríkið geti bara keypt aðgang að matarspori sem að allar stofnanir geta nýtt sér. Skiljið. Þannig að endilega við verum duglegar að miðla, við erum inn í þessari vinnu við í grænskrifunum. Við erum duglegar að miðla framgangi þessa máls til ykkar. Ok, kannski eins bara spurninga þegar ég á Landspítalanum. Já. Að við vorum að skoða þetta, þannig að þú veist ekki hvort að megi vona á þessu einhverjum díl svona nær jólum eða... Ég skal bara fá upplýsingar það og senda á ykkur. Já, frábært, takk. Bara nýjustu stöðu. Og svo eins og við vorum að ræða líka í matvæla, eldhús- og kaffistofuhópnum áðan, þá erum við að koma svona loftslagsvinklurum enn frekar inn í þessar matvælapælingar og ætlum að setja einmitt kröfur inn í skrifunum að auka hlut grænkerafæðis í mötuneyti, svipað og stjórnarráðið hefur gert. Þannig að við erum að svona auka metnaðinn þar í skrifunum. Eru ykkur fleiri spurningar til Önnu Sigurveigar? Engin. Það allavega engin hérna í spjallþræðinum, en mér langar kannski bara að benda á að Hildur samstarfskona okkar, hún setti inn hlekk á matarspors þjónustuna sem að Efla með. Ef þið hafi áhuga að skoða það eitthvað frekar þá getið þið ítt þar. Það hérna ein spurning. Pálmey Harðardóttir skrifar hérna til Tobbu. Þetta hefur líklega verið eitthvað samtal í vinnuhópnum hennar. Þú talaður síðu þar sem að getur athugað með netnotkun. Getur þú gefið mér upp þessa síðu? Þannig Tobba setur kannski bara hlekk inn á þessa síðu. Já, ég held að það sé bara gott að ég sameinist með henni Birgittu í svona post sem við sendum ykkur með svona svörum og spurningum og ég skal setja hlekkin inn. Og ég sé jafnframt fyrir mér að búa til leiðbeiningar hvað maður getur gert til að draga úr vistspori sínu af skýinu, af internetnotkun og svoleiðis. Það kemur eitthvað aðeins seinna, en ég skal senda hlekkin með í þessum posti frá henni Birgittu. Já, fyrst það ekki komnar neinar aðrar spurningar, þá langum við að benda á klukkan 11:46. Já, ég ætla að fá að enda þetta með ykkur. Bara í lokin, áður við hættum, þá ætla ég bara að minna á þessa síðu á Facebook fyrir þau ykkar sem eru á Facebook. Þetta er samráðsvettvangur. Það getur verið gott af því að við erum öll að gangi í sömu aðgerðirnar að leita ráða hjá öðrum heldur en bara okkur. Því fleiri sem eru að deila og miðla þekkingu, þeim betri svör fáum við. En jafnframt munum við setja aftur inn svona könnun af því við sjáum fyrir okkur að vera aftur með kannski 1 til 2 fyrirlestra núna á þessu ári. Þannig að við munum aftur setja inn svona könnun eins og við gerðum núna fyrir þennan viðburð. Við raun óskuðum eftir því fyrir þau ykkur sem ekki eru komin þarna inn að þið myndu stinga upp á viðfangsefni í fyrirlestri, eitthvað sem þið viljið fræðast um. Þannig að við munum aftur búa til svona könnun, þannig að þið með endilega stinga upp á einhverju sem ykkur gæti þótt gagnlegt eða eitthvað sniðugt og svo kjósum við í raun það þar, bara það sem
kemst efst á listan þá reynum við að finna einhvern sniðugan fyrirlestur. En annars eru bara næstu skref hjá okkur í grænu skrifunum að vinna úr þessu spjalli í dag og halda áfram að skoða þessar aðgerðir og hverjum við viljum breyta og hverju við viljum bæta við og hvað við tökum út og svo framvegis. En við munum bara halda ykkur upplýstum hvernig sú vinna mótast áfram. Já, ef að stelpurnar vilja ekki bæta einhverju við í lokin, er eitthvað? Nei, ég held þá bara að við reynum að halda nokkurn veginn hérna inn á tímamörkum og segjum bara takk í dag og endilega hafið samband ef eitthvað er. Við erum hér til þess að hjálpa ykkur í gegnum þetta.